Handknattleikur hefur ekki verið fyrirferðarmikill í íþróttalífi Suðurnesja langa hríð, en hér rík hefð fyrir knattspyrnu og körfuknattleik. Hópur handboltamanna hóf að æfa saman í byrjun þessa árs og nú í haust var handknattleiksdeild stofnuð innan Víðis í Garði. Víðir skráði meistaraflokkslið karla til leiks í deildarkeppni HSÍ í kjölfar stofnunadeildarinnar og leika þeir nú í annar deild. Við litum inn á æfingu hjá Víðismönnum og ræddu við Jón Einar Pétursson sem þjálfar liðið. Þetta er nýtt lið og eina handboltalið á Suðurnesjum eins og staðan er núna. Hvernig gengur að starta handboltadeild? Sko, þetta er ekki nýtt lið, þá er þetta allt strákar sem voru hérna í HKR áður og hafa allir handboltagrunn. Þannig að þetta er svolítið þægilegt að hafa einhverja sem vita hvað þeir eru að gera. Er þetta þá megninu til menn sem eru héðan af svæðinu? Já, og þeir sem eru ekki héðan núna, þeir eru héðan upparlega. En þetta er allt Keflvíkingar, svo ég veit til. Og þið byrjuð í annar deild og eru byrjað að taka þátt í Íslandsmóti. Hvernig hefur þetta farið af stað hjá okkur? Það vantar aðeins upp á myndi ég segja, þolið. Þessi spila á móti strákum sem eru að æfa með meistaraflokk og eru að æfa bara 7 sinnum í viku og hafa æft bara saman örugglega frá þeir voru litlir strákar. Þannig að ég hef viljað fá það fyrr inn, en ég er svo sem ekki áhyggjur með framhaldi. Þetta er allt strákar sem geta komist lengra. Það er stígandi í þessu hjá okkur? Það er mjög góð stígandi. Þeir hlusta vel og eins og ég segi, þetta er strákar sem þekkja handbolta og þeir vilja taka á móti, metnaðarfullir. Þannig að þetta er bara allt upp á því. Hvað er þetta stór hópur sem þú ert að vinna með núna? Allt í allt er þetta milli 25 og 30. Það eru 18 til 20 manns að koma á æfingu, þannig að þetta er stór og flottur hópur. Þannig að það er bara upp á við, eða ekki? Já, ég myndi segja það. Og það er bara sífellt fleiri og fleiri ný andlit að koma, sem bara mjög gaman að sjá. Hvað var til þess að handboltan var ýtt úr vör hérna aftur? Ég kem frá Selfossi, það er bara stór hefð, handboltahefð. Og svo var ég hérna upp í sporthúsi og þar sá ég bara auglýsingu. Viltu æfa handbolta? Þannig að ég ákvað að það er hérna fyrirliði liðsins sem var búinn að safna saman hérna einhverjum ekki heimamönnum. Þeir voru 3 til 7 og svo mætti ég og lét strákana vita. Þannig að það er bara svo snjóbolti. Nú eru orðnir 20-30. Og ef það er einhverju sem að dreymir að koma sér að stað í handbolta, er það mikið mál? Nei, ekki ef þú hefur viljan til þess að læra, þá getur alveg orðið fínn handboltamaður. Og það stendur öllum opna dyr hér hjá Víðismönnum? Já, algjörlega. Það geta allir mætt hér. Hvað með yngri flokka? Er eitthvað svoleiðis hjá Víðismönnum líka? Já, þeir eru nýbyrjaðir með æfingar fyrir yngri og það eru 2 leikmenn hér sem eru að þjálfa. Ég sé 2 ári í viku og það hefur fólk verið að spyrja hvort það sé ekki fyrir yngri. Ég held að það muni bara stækka líka. Þannig að það er alveg áhugi fyrir handbolta í þessu rótgróna körfuboltagreni, má segja. Já, það er og það hefur alltaf verið. Það er bara vantað einhvern til þess að byrja þetta. Og ert þú maðurinn? Ég og með aðstoð margra hérna, þá gerum við þetta saman. Hvenær er næsti heimaleikur hjá okkur? Ég held að sé þar næsta laugardag. Við spilum hérna á laugardaginn kl. 1 þegar við höfum heimaleiki. Og þið spilið hérna í íþróttahúsinu í Garði? Já, við spilum hérna. Þannig að það er bara opið hús fyrir alla sem vilja koma og fylgjast með góðum handbolta? Já, við ætlum bara að auglýsa næsta heimaleik betur. Og það var hérna flott mæting seinast. Ég segi bara gangi ykkur vel og það er flott að fá handbolta inn í þessa íþróttaflóru hérna suður frá. Já, takk fyrir það.